Já, kæru hlustendur, þið eru að fara að hlusta á ársendingaþátt Pingjunar. Ég vildi bara aðeins rétt koma hérna yfir ykkur og minna á diggan samstarfsaðil okkar sem Keldan. Nú, þau eru að bjóða upp á áskrift þar sem að, meðal annars hægt að ná í ársendingar afrænt á Excel-form. Sömuleiðis hægt að gera samanburð á milli fyrirtækja og prenta út samanburð á skýrslur og þar kennir ýmissa grasa, þannig að endilega kíkið inn á keldan.is og skráðu ykkur í áskrift. Já, góðan daginn, kæru Pingju hálsar, það eru Addi og Iddi sem heils ykkur þennan þriðjudaginn. Já, verið velkomin. Verið velkomin að viðtækjunum. Nú eru heldur betur ársendingarnir farnir að hrannast inn, 2021. Það náttúrulega komin, bara fyrir þá sem ekki vita, það komið fram yfir formlegan skiladag sem 31. ágúst. Rétt. Nema að þú látir fagmannisku skila þessu fyrir því, þá hefur út september. Já. Og mér brá nú heldur betur í brún þegar ég las þetta 31. ágúst. Sjálfur á ég inn í skil. Já, sko, þetta spes. Það einhvern veginn eins og fagmennir geti sótt frest. Já. Ekki pöpullinn. Nei. En samt held ég að við séð að þeir sem á hnappreikning geti sótt frest. Já, ég skilst það. Ef það einhver frá RSK að hlusta, það mætti endilega senda okkur línu en við getum skýrt þetta fyrir hlustendum. Það eru margir að spyrja okkur spurninga og við erum ekki sérfræðingar hérna. Nei, við erum nefnilega ekki sérfræðingar, það gleymist sko. En annars eitthvað nýtt í þessu? Nei, bara þungir dagar. Síðan 4-5 dagar. Já, það nóg að gera, það er... Já, bara frá því að drottningin fjall á. Já, meina það. Þetta búið að taka mjög þungt á mig og mína fjölskyldu. Það allavega það þungt hjá okkur að við erum mættir hérna fyrir 9 og sunnudagsmorgni til að taka Já, og bara með herkjum. En vissulega royalistarnir bara royalistar í heiminum. Þetta eru þungir dagar fyrir þau. Já, og bara eins og ég segi, mig og mína fjölskyldu. Ég var náttúrulega búin að koma inn á hérna áður. Ég einn að fáum í mínum ættleik hér á landi sem alin uppi það að halda Margrét Þórildur, Danadrottning, sem frænka mín. Alveg rétt. Þannig að það mjög seint sem ég kemst að því að ég ekki skildur dönsku krúnunni sem gerði það verkum að ég mjög seint byrjar að átta mig á því að ég hef engar tengingar til Bretlands eins og ég hafði talið. Já, þetta alveg ferlegt. Bara, og við erum bara svona ennþá að vinna úr þessu. Stórkostleg kona, ótrúlegt sem hún hefur gert. Já, sammála því. En við heldum bara lítið kaffibóð í gær, fjölskyldan og óttinni virðingu og svona. Vorum með svona high tea. Henni til heiðurs. And biscuits. Pappi var með gúrkubrauð, svona rjómaostur og gúrka og svo horfðum við 80 mínútna heimildamynd hana. Já, ok. Já, auðvitað. Bara eins og fólk gerir í svona aðstæðum. En það náttúrulega allt í lama sessi núna í Bretlandi. Það bara... Við verðum að breyta hann á því á fimmtudaginn. Já, við verðum eiginlega að taka það fyrir á fimmtudaginn. Þetta rosalegt líka, sko, fólk átta sig ekki á veldinu sem að liggur hann undir. Nei, og sko, mér skilst allavegna hvort það hafi verið þegar hún dó að markaðir bara lokuðu þarna úti. Ég ætla ekki að selja alveg dýrar en ég keypti það, ég ætla að kanna það betur en það víst eitthvað í þessu prótókolli sko þegar hún deyr. Að það á bara alltaf verið í lamasessi hjá þjóðinni. Lögur er alltaf samin eitthvað fyrir 60 árum sko. Og segja til 12 daga þjóðarsorg sem var nú eitthvað stytt niður í 7 daga. Þetta bara svona eðlilega stytta sko. Það bara svo, þú veist, Bretar verða af milljörðum punda við þessar aðgerðir. Já, sko, svo var reyndar eitt sem var mótatriði. Frestuðu ekki stýrivaxtahækkun út af þessu. Er það? Sem að vegu þá upp á móti, sko. Já, kannski. Húsnæðislánin hækki ekki alveg strax, þótt að ég átti mig enga veginn á því, hvort vegi hærra, sko, hjá bresku þjóðinni. Það skemmtileg pæling, sko. En það eiginlega bara eitt sem getur rifið okkur upp úr þessari sorg. Já. Og það Dominos. Það 2 tilboð frá Dominos. Já, samanlega því. Eina ekstra. Það 2 tilboð, svo náttúrulega 3. tilboð, gamla góða í dag. Já. Og Ási, ég hafði nú orðað því, hann búinn að vera að baka alla helgina. Ofan í hlustendur bara viðbúinn. Það svo mikið traffík alltaf á 3 dögum eftir að við hófum samstarfið sko. Já, fólk bara til að sitja við vaskinn að klára pingið þótt farið að vaska upp pizzakassana sem mjög umhverfisvænt og gott. Já, klálega, endurnýta þetta, skila þessu.
En við þökkum Dominos kærlega fyrir ykkur stuðningsaðili, okkar fyrsti. Já, og það svolítið skemmtilegt. Ási að vinna með nýtt slógan núna. Nú, Dominos. Hvað hann komið með? Það pizza, pizza eða pizza. Já. Og hann samti þetta sjálfur, skils mér. Já, það? Já. Ok. Og við svona að vinna með þetta. Það er hann öflugur maður. Já, markað geni. Já, en heyrðu, þá það bara fyrirtæki dagsins. Ég drullupeppaður. Já, þetta var eiginlega svona neyðar útkall hjá okkur. Við, fyrir algjörðu tilvíðin, við vorum í rauninni byrjaðar að undirbúa annað fyrirtæki. Þegar ég fer á stúfana hérna inn á Keldunni, annar diggur samstarfsaðili. Akkurat. Og sé að það búið að droppa ársreiningur hjá Hopp. Hopp? Hefur við ekki að taka drop? Nei, það er Hopp. Ég undirbjóð mig fyrir drop. Það er þetta skellur. Þú verður að senda hljóðskilabóð. Þú veist að ég er lesblindur, sko. Ég las bara drop. Ég er búin að vera. Allavegna, þá er Hopp. Það var ekki ennþá komið fréttir Hopp inn á netið. Þannig að við erum að vonast til þess að vera þarna undan. Þannig að þetta var svona, það var svo kallar neyðar útkall hjá okkur sem við fórum í og undirbyggum þennan þátt bara á innan við degi. Og þetta kannski dálítið skemmtilegt framhald líka því sem vorum að ræða í síðustu viku lénin. Því að Hopp einmitt með lénið Hopp.bike. Nei. Jó. Þannig að höfuléni.bike. Það til. Já. Og þannig að ef þú skrifar Hopp.is þá færðu Hopp.bike. Já. Og þetta eitthvað, ég fór eitthvað að leita að þessu. Þetta víst eitthvað svona tæknidót fyrir bara, þú veist, hjóla svona eitthvað Já, en það líka sko, ég fæ kannski á þann að þú fer í Hopp á eftir að stökkva inn og tala samkeppnina erlendis því að það er hvorki komið reikningu fyrir samkeppnina hérna heima. Nei. Né held ég að hún sé til staðar mikið meir. Nei, það er náttúrulega solo. Já. Það er ennþá, það er ekki því miður komin ársreiningur 2021 frá þeim. En svo það Vind líka, komst að því að þau eru hætt. Já, akkurat. Já, solo er ennþá still going strong. Já, ég held að það sé solo og Hopp sem sitja þarna einn eftir. Ég held að sé á brattan að sækja með þær tölur sem við höfum séð. Já, klálega. Ég held að Hopp sé að bara taka yfir sko og sé búin að vera það í rauninni. Þetta snýstu það að vera fyrstur á markað. Já, akkurat. Þetta er það sama með, þú veist, margt annað sem maður sér sko. Kannski til 2-3 upp sem gera það sama en það sem var fyrst inn það er bara það sem að fólk heldur sig við sko. Já, það er first mover advantage en það er líka second mover advantage fyrir þá sem kom inn og læra af mistökum þeirra fyrstu en það eru fjölmörg dæmi hvort það gengi betur en það sem ég ætla að segja til að við adressum þetta .bike dæmi af hverju það er orðið hugulén þetta er bransi sem við erum að horfa á sem stofnaður í rauninni fyrir gang 2017 og þau voru bæði orðin unicorn á innan við 2 árum sem er mjög uník kannski ekki þegar við horfum tilbaka í unicorn að ná 1B í valuation valuation í Bandaríkjunum eða nær valuationinu 1B þá ertu unicorn framan af var þetta bara mjög rare kannski Facebook hafi verið fyrsta eða annar unicorn þú veist það sem þú ert í rauninni komið þetta verðmat áður út farin að sína tekjur sem standa undir því og þú ert private, þú ert ekki komin á markað og sem Bird og Lime sem erlendu fyrirmyndirnar náðu þessu bæði bara innan við 2 árum 2017 þannig að það hefur einhver snillingur sem að hatar Isnik ákveða að stofna .bike því hann vissi að þetta er í stór bransi hann vissulega eigaðu Hopp.is líka sjálfs en það kemur þetta bike is a new domain for any business or group that caters to the growing number of the cyclists to world over caters, hvað orðið þetta? Caters to the growing, ok ég afsaka lélega ensku kunnáttu hérna það er líka hægt að lesa þetta kater lestu þetta aftur kater, ég náttúrulega sagði það en já allan þetta var svona skemmtilegur punktur til að byrja með klálega. En svona aðeins sko nú var ég nokkuð viss í mínu sögum að þetta yrði svona frekar einföld og þægileg yfirferð en það ungt fyrirtæki ekki nema 3 ársreikningar og svona tiltölulega einföld starfsemi út á við en svo kemur í ljós að þetta er bara heljarana batteri sko, ég held að Hopp stæði bara eitt og sér sem ein eining sem sæði rekstur allra Hopp-hjóla en svo var aldrei ekki það vil svo til að Hopp selur hjóli sín til annarra rekstra aðila allt land
Já. Og þetta módel svo kallað franchise módel, eða sérleyfi eins og það þýtt yfir á íslensku. Já, sérleyfishafar. Já. Og raunin í raun svo að sko, þau ekki ekki einungis að gefa út þessi sérleyfi hérna á Íslandi, heldur þau eru líka komið til Færeyja og Spánar. Já, nú eru þau komið til Spánar. Já, og þessi sérleyfi, við sjáum ekki mikið af þeim hérna á Íslandi. Nei, ég veit ekki til þess. Frægasta dæmið í heiminum líklega McDonald's. Já, svona franchise í sérleyfishafa. Já. Ég aðalega að velta fyrir mig hvort að umboð fallið þarna undir, en þau gera samt eiginlega ekki. Nei, þetta kannski ekki alveg það sama. Nei, út af því að ég ætlaði að fara að segja, ég þekki þarna úr sjávarútvegi svona, ekki stóðþækja heldur, svona bara varahlutafyrirtæki og annað sem maður eru með. Já. En það eru náttúrulega ekki með franchise, þau eru bara með umboði í rauninni. Já, þú veist, þetta náttúrulega... Þannig að mitt dæmi var bara fjallum sjálft sig, áður en ég hefði að segja það, sko. Þetta náttúrulega brilljant módel, sko, þú sem útgefandi þessara sérleyfa, berði í rauninni ekkert svona... þú berð svona litla áhættu, ég myndi segja. Þetta allavega svona áhættulaust, þetta eins áhættulaust og gerist fyrir útgáfaðalann svo lengi sem að nýr rekstraraðili hefur bara ekki, huga á að skemma merkið, sko. Já, akkurat. Veist, þannig að, og það meira sem hægt að reikna inn á síðunni þeirra, áðurnefndu hop.bike, hvað myndi kostaði að fá sérleyfi fyrir hopmerkið. Þannig að, er hægt að sjá það einhverstaðar? Já, þau eru með þarna reiknivél, ef þú flettir niður á síðunni, sko. Já. En við erum með fabuleringar það, hvernig þau eru að gera þetta. Þetta er ekki auglýsing. Fyrir þau? Nei. Ekki borguð, þá minnst það kosti. Ég er með greitt frá þeim, ég ætla að auglýsa þessu ekki. Ég er líka með smá út af því að, eins og við segjum, það er ekkert þannig skrifað að vita hennar bransa heima. Nei. En þessi 2 fyrirtæki allan í Bandaríkjunum. Já, þessi sérleyfis, áttu við bara hjólabransan, sko. Já. En ég er með og ég ætla að koma inn á rafskútubransinn. Að ég ætla að segja frá því að bird, sem að þýðist bara fugl, fyrir þá sem að bird er fugl á íslensku. Já, það er annað stærsta svona í heiminum og þau eru með heldur góða kynningar sem benda á ég ekki bara taka mína yfirferð núna, rúlið við það. Jú, bara... Þau benda á að þetta er bransi sem heitir micromobility. Ok. Og það sem að 60% af öllum ferðum eru 5 mílur eða minna, sem eru þá einhverjum 7-8 kilometrar. Já. Og svona ef maður hugsar út þetta hlýtur að vera höggvinn í leigubíla og strætóa. Það sem að fólk var að taka þessa ferðir og þetta er bara 10 sinnum þægilegra. Ég veit ekki með þessa tölu en þau tala að þetta sé 800 opportunity, 800 milljarða markaður. Markaður, já, ok. Já, þau eru með einhverja uppreiknun á því hvernig þegar þetta x% af mannkyninu byrjar að uppgöta þetta. Ég ætla að segja valuation á börn, það er bara svo Apple fyrir nokkrum árum, sko. Já, kemur að það. Heyrðu, svo er að Lime sem var stofnað undan. Já. Það þýðist örugglega súraldin eða límóna. Já, limón. Já, eða bara Lime. Súraldin. Já. Þessi bæði verður unicorn nokkuð fljótt. Já. Og í rauninni að tala að þau hafi keyrt þennan bransa inn á sterum. Þau tók inn svo mikið fjármagn á svo stuttum tíma að það er talað sko að bransin er ennþá bara að jafna sig á hvað í fokkanum fór allir þessi peningur í því að þetta var sett í svo stíft expansjón. Bæði inn í borgir, ráða fólk, framleiða hjólin, framleiða uppin, svo bara er R&D-ið á fullu að framleiða næsta hjól. Við komum inn á eftir, hjólin eru í rauninni að íðileggjast miklu fyrr heldur en afskriftarreglur og áætlanir gera ráð fyrir. En bara til að koma inn á að Lime til dæmis hefur lækkað frá síðasta verðmæti niður í $510 million. Þannig að það er búið að þessi fyrirtæki tók á sig stórt högg í COVID. Og þau og Lime er næststærsta, sem sagt. Nei, Lime er stærsta. Það er stærsta, með 510. Súraldinnið er stærst. Já, en samt er bransinn metin á 800 $800 miljard. Já, bara worldwide. Og stærsta fyrirtæki er metið á $0,5 miljard. Nei, jú, í dag, já, akkurat. Þú veist, það er svona, verið ekki saman ljóð og mynd. Nei. En kannski er ég eitthvað að bulla. Heyrðu, svo fann ég expert take að til að vera profitable í þessum bransa, þá þarf hvert hjól hjá þér að averagea 2 ferðum á dag. Það er benchmarkið til að ná profitability. Og þetta þarf að vera töluvert hærra á bestu dögum yfir sumarið. Ok. Við getum fabulera með þetta á eftir.
Bird var með meðalverð upp á $5.93 per ferð. Ok. Ég held ég hef aldrei borgað meira heldur en 320 kall fyrir hoppjól, þannig að þeir eru örugglega mjög svekktir með mig sem kúnna. Ég reyndar í Eyjum, þá borgaði svona 8 skall bara, ég náttúrulega tók alltaf hjólið og svo bara beið ég. Ég kannski fór einhvert og þetta voru svo örfá hjól á Eyjunni, þannig að ég kannski fór úr húsinu mínu, niður í bæ, svo bara lagði ég hjólinu fyrir utan, bara að leta tikka. Já, bara pása þér, þú vildir ekki missa það. Nei, ég er ræðilegur. Skúmur ertu, þú ert algjör skúmur. En það var góð nýting á mér allavega. Já, ég ætlaði að koma inn að þú veist hvað ég á heima, 300 metrar frá skrifstofunni. Já, frá Seðlabankanum. Þegar ég vakna og er mjög latur, þá hoppa ég í vinnuna. Þannig að ég er alltaf að borga þarna 100 kallinn. Og þú veist, og kemur nú samt á bíl einhvern veginn annað hvern dag. Já, það hefur maður skull á leikskóla og svona, en þegar ég er mjög latur og fólk hérna bara í nýja miðbænum, það er farið að þekkja, Ingvi er latur í dag, þá var hann að hoppa hérna 300 metrar. Það er erfiðan dag, kallinn. Aðeins skemmtilegt hérna Bird, eða fuglinn, þau eru í 450 borgum og 80 löndum. Ok. Og þau eru að vaksa í gegnum þetta franchise-módel. Já, þau eru með það. Já, og hérna þegar ég kom inn á, það er ástæðan fyrir ég stökk inn og við vorum að ræða franchise-módelið. Og þetta heitir hjá þeim Fleet Manager. Þetta er prógram þar sem þú sækir og í grunninn þá tekur bara við hjólunum. Ég áttum ekki á því hvort þú þurfir að fjárfesta í þeim eða hvort þau skaffi bara hjólin. Jú, allan að miða við síðan og hopp, þá er þetta initial investment sem að... Já, bara einhver stoppkostnaður og... Já, þá er bara Ok. Við skulum bara renni yfir þetta hérna. En býtu, ég ætla að klára. Að hjá Bird, þá er það þannig að þú færð hjólin, það eina sem þú þarft að skaffa er bíl og aðstöðu, þú þarft að eiga lager. Það er bara warehouse er skylda. Já. Svo getur séð hérna hvað fellur undir þig sem Fleet Manager. Og það er, þú þarft að vera með hleðsluna, charging stations, þú þarft að koma þeim fyrir. Þú þarft að sjá allan operationin á þínu svæði. Rebalancing er þegar þú ert að sækja dótið og viðgerðir. Svo er hérna splittað hjólunum, þannig að það er eins og Bird taki meiri þátt í kostnaði þar við að koma svo út. Bird sér leyfin og vesenni við að díla við borgaryfirvöld og svona. Þeir eru með brandið og þeir láta þið fá appið og infrastruktúrin á því að panta og allt það. Og þetta er 94% af tekjum Bird. Já, þetta Fleet Manager módelið. In-house ops á þeim er bara 6%. Þannig að þeir eru... Þau náttúrulega eiga kannski bara 1, 2, 3 einingar eða eitthvað sjálf. Já, þau hafa örugglega farið inn í, ég held að það verið Santa Barbara í Kaliforníu, það sé að byrja. Þeir bara svona, heyrðu, þetta er okkar HQ, hérna erum við bara alltaf operatorinn. En svona náðu örugglega að vaksa svona fáránlega hratt, en á móti þá örugglega mikið capex og opex að fara í þessi hjól og allt sem snýr að þið halda þeim í tip-top standi. Já, en hvernig þannig að þau skaffa hjólun, því að hér inn á hopp, ef þú færðir 100 rafskútur, það kemur hérna investment fyrir 100 rafskútur eru $95,000 sem eru 13,3 milljónir. Svo reiknaðu hérna year over year revenue, sem sagt bara tekjur ár frá ári, $450,000 á þessari fjárfestingu. Og nú veit ég ekki hversu nákvæmt þetta er, en alltaf aldrei hægt að segja eitthvað fram í tíman hvað þú færið, en investment er allavega 13,3 milljónir fyrir 100 skútur. Ég hefði haldið að þetta investment þýðir bara að þú ert að kaupa skúturnar af þeim. Já, á 130 skall þá. Já, per skúta. Já, akkurat. Já, þetta er áhugaverð pælingar. Þannig virkar rauninni franchiseið eða sérleyfis mótilið í raun. Og mér finnst mjög eðlilegt hérna á Íslandi að hoppa í þeirri stöðu því að þeir eru náttúrulega með allt annan skala heldur en þessi stóru og minna fjármagn í rauninni bootstrapað fram á ákveðnu ári sem þú kemur inn á. Að þetta hafa þeir ekkert efna á því bara að gefa þér hjólinn til að komast að stað. Nei. En hann úti, þegar þú bara flæðir í peningum, þá er auðvitað réttlætt að, heyrðu, þú fær bara 100 hjól hjá okkur, byrjaði bara. Algjörlega. Svo klípum við bara að þér út í óendanlega. En þú getur séð, ég veit ekki, ef fólk hefur áhuga, ég get bara linka á þessa kynningu, hérna sérðu svona hvernig það skiptist. Þannig að sá óábyrgi er nokkur óábyrgur. Já, en við þekkjum því miður ekki hver þóknunarprósentan hjá hoppi er. Nei. Þekkirðu það hvernig þetta er að núti? Nei, það kemur hvergi fram bara
Það er ekki ólíklegt að það sé hærra þegar þau skaffa hjólunum líka. Þetta sérleyfisgjald. Sérleyfisþóknun. Nei, ég myndi skjóta á 6-10% á þess að vita nokkuð skapaðan hlut, sko. En herðu, ok, við skulum fara bara aðeins yfir söguna. Langar að byrja þetta svona á rekstra söguhopp, sem nú ekki löng. Fyrirtækið, það stofnað hérna 2019 og mér sýnist á öllu að þau hefji starfsemi hérna 27. september sama ár. Annarkvort var það 27. eða 7. Skiptir ekki öllu. En þá það undir fyrirtækinu Hopp Reykjavík EHF. Og mér langar að byrja á að lasta þau fyrir að skila inn lélugu ársreikningaformi. Okay. Það bara þetta gamla góða RSK-formatið, það sem bókstæðlega ekkert sundurliðað og ekkert sjóðstreymið, þannig maður fær engan svona almennilegan djús. En varðandi stoppkostnað á svona batteríi, það svona aðal djúsin sem ég væri til að vita. Já, það kemur ekki fram í, það náttúrulega ekki sjóðstreymi til að... Nei, en sko, nú maður svo glöggur, sko. Ég skoðaði hérna yfirlit varanlegra rekstrarfjármuna frá nýrri ársreikningum. Og þá sé ég að bókvært virði rafskútana í lok árs 2019 voru 27,5 milljón. Svo fann ég einnig út afskriftarhlutfalli á rafskútunum sem 35%, sem hátt hlutfall. Já, sammála. En eðlilegt bara í ljósi þess bara hvað illa farið með þetta dót svona alla jafna. Jafnvel mætti það vera hærra. Já, þetta eitthvað sem við vorum að ræða fyrir þátt. En allavega, út frá þessu þá reiknaði ég að upphafsfjárfesting í rafskútunum hafi verið 42,4 milljónir króna. Þetta árið 2019. Já. Þetta hefur ekki verið ódýrt start, en þau hjá Hopp Reykjavík fá vissulega lánsfé upp á 31,3 milljónir frá tengdum aðila og við nánari rannsókn kemur í ljós að sá tengdi aðili heitir Aranya EHF sem koma meira við sögu hér í þessum þætti. Já, hvenær fæ ég að stökkva þar inn? Já, við skulum taka það eftir. En sko á þeim tíma, 2019, var Aranya 100% eigandi Hopp Reykjavík sem að reyndar hét sko Hopp Mobility EHF á þeim tíma samkvæmt 2019 ársreikning frá Aranya. En í dag á Aranya 95% hlut á móti framkvæmdastjóra Hopp Reykjavík Eyþóri Mána Steinarssyni sem á 5% hlut. En þetta svona eini alvöru djúsin af fyrsta rekstra árinu, 42,4 milljónir í fjárfestingu í rafskútum og 31 miljón krónar lán. Annars veltaðu tæpum 15 milljónum þetta ár. Og í ljósi þungra afskrifta þá neikvæður hagnaður, eða neikvæð afkoma fyrsta árið, upp á tæpa 17 milljónir. Svo eiginfjárstaðan, hún orðin bullandi neikvæð, bara svona nákvæmlega eins og hugsjónafólki sem hlær seinna, sæmir. Það má náttúrulega ekki gleyma því að þessi 15 miljón krónar veltaði tilkomin einungis á síðasta ársfjórðungnum, þannig 2019. Já. Frá lok september í raun. Svo kemur 2020 og það bara sami upp á teningnum með ársreikningaformið, bara gamla góða flata RSK-formið. En ég gat séð svona lykiltölur úr 2020 rekstrinum í ársreikningnum 2021. Og þá sé ég að það var engin endurnýjun á rafskútum það árið, voru bara að rúlla á sama flotanum og árinu áður. En auka veltun upp í tæplega 171 miljón króna, sem í rauninni bara stórbrotin árangur. Já. Hagnarsögum 31 sem að réttir efnahagsreikningi við. Eiginfjárstaðan voru jákvæð, þó bætast við skuldir við tengda aðila því að Aranya lánar Hopp Reykjavík einhverjar 45 miljónir í viðbót og því stendur skuld við tengda aðila í 76 miljónum í lok árs 2020 sem bætast við þessar frá árinu áður. Þetta bara einhver kökupeningar þarna, þeim skýt saman. Já, talandum stóra stórt fjármagn, það var náttúrulega dælt í þessi félög að núti. Já, og þeir eru að funda þetta sjálf. Það náttúrulega einmitt í formi hlutafjár, en þau virðast vera að funda þetta sjálf því að Aranya náttúrulega eigandi og við komum nánar yfir, þetta verður aðeins flóknara fyrirkomulega eftir og við skulum við gerum það auðvelt fyrir ykkur kæru hlustendur. En svo var tekið stórt skref í rekstrinum í lok sumars 2020 og ef ég með tímaröðin á þessu rétta þá gáfu þau út sitt fyrsta sérleyfi allavega fyrir utan landsteinina og það var á Spáni í bænum Orihuela Costa. Svo samt spurning hvort tekjurnar af því ævintýri hafi skilað sér inn á Hopp Reykjavík
EHF. Já. Ég veit það ekki, en þau eru minnst að hvort byrjuð að skala sig þarna. En annars hrættur ég hafi ekki náð mikið meiri djús upp úr 2020. Nei. Og ég held ég farið með rétt mál þegar ég segja að Hopp hafi hvergi verið komið með sérleyfi annar staðar enn í Reykjavík og Spáni þarna 2020. En árið 2021 þá verður breyting þar á. Í raun bara frekar stór breyting því að þarna stofnað einhvers konar móðurfélag. Þó það sé í raun ekki eiginlegt móðurfélag. Við skulum kalla það höfuðfélag. Já. Það heitir ekki flóknara nafni en Hopp EHF. Og þarna Yngvi fæðist þetta franchise í rauninni merki hérna eða sérleyfismerkið Hopp. Hopp Reykjavík EHF heldur vissulega áfram rekstri en þessi tilkoma nýja félagsins Hopp EHF við erum svona með kenningu það hver tilgangur þess og það þá þetta einmitt höfuðfélag sem að tekur inn þá þessar franchise þessar sérleyfistekjurnar. Það allan okkar kenning. Sko, kenningin bara þessi, þeir fara stað, major success, það byrjar einhver að ringja utan á landi, maður vera með þetta hopparna hjá okkur, og þeir áttu að segja að þeir, ok, við erum að fara að taka inn einhverja nýja rekstraraðila, eigum við að gera það undir okkar EHF, ef þetta bara einhver vitleysingur. Nei, var ekki sniðulega að bara fransæsa þetta. Einmitt. Kenning. Já, en þau voru náttúrulega komin 2020 til Spánar. Já, einmitt þarna. Allt óábyrgt, það í dag, flagga með svona fuglar. Þetta er svona disclaimer. Já, voru komin einmitt til Spánar 2020 en ég held að mig grunar að það hafi bara tekjur af þeirri starfsemi hafa bara fallið undir Hopp Reykjavík EHF eða Hopp Mobility EHF eins og það hét þá. Hvernig fara þetta Færeyja? Það í rauninni, þau lentu í einhverju dómsmáli og fleiri. Ég nefnilega 2022 held ég að bara núna. Ándjóks, ef þau eru ekki búin að prenta þessar fyrirsagnir út upp á skriftu hjá sér, þá eitthvað mikið að. Því að þau eiga fyrirsagnin á MBL Hopp lagði Færeyjar núna í febrúar að þessu ári. Og hérna Brainiacin, það ekki Eyþór gaurinn? Sko það náttúrulega framkvæmdastjórinn Eyþór Máni, hérna sé ég, þetta bara topp 10 framúrskarandi Íslendingur hérna undir 30 eða 20 eða eitthvað. Hann segir, þetta annað quote sem þú átt bara að prenta út og bara ramma inn einhvers staðar. Hann segir, Hopphjól afturfjarlæða göddum Þórshafnar, þá kemur quote frá honum. Þetta svona kafkaískur farsi. Kafkaískur? Þú veist, hvað ertu með IQ undir 25 þegar dettur í huga að segja kafkaískur? Ég man eftir þessum strák bara, ég fór á einhverja tækniráðstefnur og hérna í Hörpu. Þá var hann bara úlingur eða eitthvað sko. Ég man eftir honum sko. Hann með einhver svona sérstaka áru, þessi maður. Já, hann áru. Ég held að vera með áráttu sem ég var að fara að segja, hann náttúrulega stofnaði einhverja deilisamgöngulaust. Nei, hann var fyrstur. Hann stofnaði Donkey Republic sem var deilihjólalega í Reykjavík og formaður samtaka bíllausan lífstíl. Það kannski áráttan, en hann með góða áru því að maður sé það bara, það engin ungu drengur með þennan orðaforða nema það sé bara einhver genius. Ég veit sko. En eins, hvað segirðu? Kafkaísku fars. Hvað varst að lesa þegar þú segir þetta? Ég veit það ekki. Þetta svona kafkaísku fars. Ég fíla þetta. Ég er gaman að því þegar fólk hefur vald yfir íslenskri tungu. Ég kann að meta það. Og þú segir ekki kafkaískur nema þú hafir gífurlegt framúrskarandi vald á íslenskri tungu. Og ákvaða myndi rífa meðalgreindin í þessu hlaðvarp að fá svona mann á mækin sko. Það verður þetta gaman að fá hann, við þurfum eiginlega að skoða það því að það eru nokkra spurningar sem eru ósvaraðar hérna, það verður bara viðurkennast. Sorry, ég er bara stökkinn. Já, ekkert mál, en bara með þetta sérleyfismódel, þetta náttúrulega bara eins og við fórum yfir áðan, fá aðgang hérna af hugbúnaði Hopp og virðast kaupa að þeim hjólin, fá að reka merki á síni eigin kennitölu og greiða væntanlega þessar sérleyfistóknanir og það komið hérna, Hopp Reykjavík í rauninni bara sérleyfis eining. Það sér hjólinn í Reykjavík, Hopp Akureyri, sér hjólinn á Akureyri, Hopp í Reykjanesbæ, eða Hopp Reykjanesbær í Reykjanesbæ, Hopp á Akranesi, Hopp Vestmannaeyjar. Svo núna 2022 kom Ísafjörður, Blönduós, Höfn, Húsavík, Vík. Þetta á Egilsstöðum? Á Egilsstaðir. En allavega þetta Hopp EHF sem við teljum að sé þetta höfuðfélag sem að taki inn sérleyfis þóknanirnar að velta 70 milljónum hérna árið 2021. Þannig að það nokkuð ljóst að sko, maður myndi halda að Ísland væri svona, ég ætla ekki að segja kappað, en það vissulega komið út alla trissur 2021. Og 70 milljónir,
það er nokkuð ljóst að þau þurfa að skala sig Erlendis, sko, ef að þetta ætlar að vera eitthvað serious cash. Ég held að sé enginn á leiðin í samkeppni við á þessum stöðum og þau eru bara að fara að juice upp prísin. Já, svo er það, ég meina, en svo er spurning hvenær þannig er jafnvægi, bara hvenær fólk er... Það er viðkvæmt jafnvægi þessu. Já, en þetta er eitt af örfáum íslenskum svona sérleyfis vörumerkjum. Myndi ég halda, ég hef ekki heyrt mikið. Ég þýst til að við þurftum að fá Venna og Dóra. Þegar ég var hjá Alfred, þá vorum við að búa til svona fransæsmódel fyrir Alfred. Ég held að það sé ekkert lindamál. En vonum ekki. Nei, þeir þá reka mig aftur. Nei, tjó. En þá vorum við að reyna að líta okkur í kring og við könnumst ekki við marga sem höfðu farið þessa leið hér á landi að fara í fransæsin. Sko. Þetta er nefnilega stórmerkilegur markaður. Þetta fransæsi er bara þetta módel, sko. Það er svo gott að vera svona ferilskrárpótari. Nú stofnum við samtök sérleyfishafa á Íslandi og svona fáum alla til að vera, bókum eitt fund og sittum það, var í stjórn samtaka sérleyfishafa. Auðvitað gerum við það. Ég vil að það sniðut. Uppfæra launþegalistan. Beint inn á launþegaforritið, LinkedIn. Heyrðu, það er að koma íslenska útgáfa á LinkedIn. Hún á að heita Launþegin. Já, ok. Ég ætla ánægð með það. Það er einhver að taka mið af okkur hérna. Copy-paste bara. Launþegin. En allavegna, sko, það er kannski réttast að renna aðeins yfir hluthafahópinn á þessum 2 félögum áður en lengra er haldið. Ég veit að einhverjir hafa gaman að því. Ég tók vissulega fram á þann að Hopp Reykjavík EHF er í 95% eigu Aranja EHF, sem er einhvers konar hugbúnaðarhús og gengur býsna vel. Sko, þeir hagnast til að mynda 125 milljónir hérna árið 2021. Já, þetta er peningaprenti vel. Seðlabanki Reykjavíkur á að vera þarna. Já, algjörlega. En ég var þessi snjótandi þegar ég var að vinna á bókun að vera á sömu skrifstofu þeir. Og alltaf þegar ég er á svona skrifstofa sem er fólk og þegar ég vil kynnast fólki, ég er bara svona ætlað að heilsa upp á það, þá labba ég svona inn og segja hvað er ekki eitthvað að gerast í þessu eða? Og svona heil skrifstofa horfið bara hvað er geðsjúklingur er nýtt í þessu? Já, eitthvað nýtt og þú bara svona byrjar að spjalla. Þarna þeir voru í gler á mót okkur, bara forritarar, það var svo hátt brain power þarna, maður sá það bara að ég let aldrei vaða, ég bauð bara góðan daginn. Ég vissi bara, ef ég myndi labba þarna inn. Það er nú mikið til að þú þorir ekki að ríða vaðið. Nei, ég bara vissi, ef ég segi eitthvað að dutt í þessu að þeir myndi segja, býtu hvað ertu að tala um þegar Plútó hætti að vera pláneta? Og ég hefði bara svona það er bara svona instant svar. Já, en þetta er sko, maður sá aðeins á þeim og maður hefur ekkert heyrt nema góða hlutum eins og gauðra. Að þetta virðast vera einhverjir færustu forritarar landsins. Já, þetta eru sko 5 hluthafar og stærstir eru Ægir Þorsteinsson og Eiríkur Heiðar Nilsson með sitt hvor 45,97%. Þannig að þeir fylla upp í stóran eignarhluta af fyrirtækinu. Því næst er að Ragnar Þór Valgeirsson með 5,90% hlut og Ragnar er nú gamall skólabróðir minn úr Vestló. Gaman að sjá hann þarna á blaði og gaman að sjá að gangi vel. Og svo eru 2 sem deila sitt hverju 1,08%. Það eru Davíð Backmann Jóhannsson og Bæring Gunnar Steinþórsson. Nú þetta teymi eins og ég segi á 95% hlut í Hopp EHF og restinn eða 5% er í eigu Eyþórs Mána Steinarssonar sem er framkvæmdastjóri Hopp. Mér finnst þetta samt smá skrítið því að stundum er vitnað í hann sem framkvæmdastjóra en stundum í Sæjunni Ósk Unnsteinsdóttur. Og hún hefur verið að koma fram í viðtölum sem framkvæmdastjóri Hopp. Ég fór allan inn á LinkedIn hjá honum Eyþóri og þar stendur bara skýrum stöðum Chief Executive Officer. Það er ekkert flóknir en það. Ég get alveg trú að þessi bara endur finna eitthvað svona rúllandi fyrirkomulag. Þú máttu vera framkvæmdastjóri í júní og ég verið í seft. Já, kannski eitthvað svona bara skiptast á. En eins og með hann Eyþór, hann hefur nú ekki lifað marga vetur, sá piltur, fæddur 98 og hefur eins og við nefndum bara afrekað ansi margt á sinni stuttu ævi. Samkvæmt upplýsingum frá launþegaforritinu, þetta er bara með... Já, kíktur á hann á LinkedIn? Já, þetta er bara risa fyrirskrá, sko. Ætli ég hef ekki poppað upp hjá honum, Arnar viewed your profile. Jú, það er þannig. Alveg ferlegur fítur, sko. En ég tók það allan á mig. En svo er líka bara tricks að fara í incognito. Bara, þú getur skoðað LinkedIn hjá fólki incognito, sko, ef þú tveimin. Já. Launþegi.is er laust. Að það? Já. Ekki vera að auglýsa það hérna nema þú kaupir það bara eftir þá. En allavega, svo er það Hopp EHF. Herðu, ég er að fatta núna að ég mismælti mig hérna á einu stað. Þetta er í rauninni
það sem eignarhaldið sem ég var að nefna hérna áðan er Hopp Reykjavík. Ég nefndi óvart Hopp EHF þarna einu sinni inn í þessu en eignarhaldið 95% er í eigu þessa Aranja og þessara ágætu manna sem ég taldi upp hérna áðan og 5% í eigu Eyþórs Mána Steinarssonar. Það er Hopp Reykjavík sem er rauninni bara franchise eða sérleyfisreksturinn í Reykjavík. Nú Hopp EHF, já, höfuðfélagið. Eignarhaldið þar, það er svona frekar breytt og þar koma einhver eignarhaldsfélög við sögu en svona bara til að nefna svona stærstu raunverulegu eigendur fyrirtækisins þá eru þau eftirfarandi. Það er hérna áðurnefndur Ægir, hann er stærstur, hann á 40,03% hlut, svo kemur Eiríkur þar næst 23,13%, svo er hann hérna Ragnar Þór í 5,3% og Berglind hérna, sem er konans Eiríks á 16,9% og svo eru þetta hérna Bæring 0,14 aðrir hluthafar já, bara aðrir hluthafar, Davíð Bæring og hérna skal ég það segja Eyþór eru minni en þessi Eyþór framkvæmdastjóri hann á 4,5% eða svo í Hopp EHF líka allavega svo við höldum áfram með smjörið þá eru hérna stórmerkileg tíðindi sem gerast líka á árinu 2021 en þá fær höfuðfélagið Hopp EHF fjármagnun upp á 381 milljón gegn 9,84% hlut sem gefur félaginu virði upp á tæpa 3,9 milljarða sem tekið með af þeim viðskiptum nú vissulega var þetta fjárfesting frá framtakssjóð sem ber heitið Brunnur 2 og tilheyrir Brunnur Ventures og þetta er í raun framtakssjóður upp á einhverjar 65 milljónir dollara og er að mestu í eigu lífeyrissjóða og svo er vissulega Landsbankinn hérna inni en þetta þannig eru þau allan að fá verulega innspýtingu fyrir frekari skölun á merkinu eins og við nefndum áðan ég held að þess gerist alveg þörf samkvæmt viðtali við framkvæmdastjórann áður nefndan Eyþór Mána þá eru fyrirætlanir að opna á fleiri stöðum á Spáni og sömuleiðis á Ítalíu og Pólandi takk fyrir, þau eru farin að hugsa lengra en nú þegar allt þetta er komið á hreint þá ætla ég að fara yfir nýjasta ársreikningin sem er bara mjög volgur úr prentvélinni sem er 2021 ársreikningur frá Hopp Reykjavík EHF og það er rauninni bara þetta franchise fyrir Reykjavík ef við erum að skilja þetta rétt að minnstakosti þá er þetta bara að hala inn tekjum af hjólum í Reykjavík Já, þetta er rauninni bara þegar þú tekur í appinu, þú borgar Hopp Reykjavík svo er Hopp EHF væntanlega að taka kött af því sem leyfishafinn eitthvað kött, 60-10% eða eitthvað sem að það er allavega kenningin, það má einhver stökkvinn og veit okkur aðhald og ég held að Hopp takk og ég held að Hopp Reykjavík coveri bara allt stór Reykjavík svæði svona að gruna það en já, við byrjum á rekstrarreikning og hann verður í boði Payday í dag og ef þú ert ekki farinn að nota Payday og ert í rekstri þá er ég hræddur að þú sért á villigötum Já, þú ert að hellast aftan úr lestinni Já, það er bara eiginlega nákvæmlega þannig sem það er sko og þau eru komið nýjan fítur sá ég að komin í samstarf við hérna Inkasso upp á innheimtuþjónustu þannig að þú ert kröfustofnunin, við þekkjum það, stofna kröfu, heimabanka, bla bla. Og svo fer einhver yfir og þú veist, hvað ætlar þú að fara að rukka þetta sjálfur og senda póst og eitthvað? Þá er bara komið samstarf þarna á milli, þannig að Inkasso bara tekur við og byrjar að rukka fyrir þig. Ekki rukka, heldur. Þetta er svona samtal sem þú nennir ekkert að eiga. Já, þetta er svona smá sparkirass. En Payday bara gæti ekki mælt meira með upplifun í hverjum einasta reikning. Já, það er nýtt slógan. En herðu, þá er það bara dembið okkur í rekstrarreikning og þið þekkið þetta orðið við byrjum að sjálfsögða á tekjunum. Þau eru auka tekjurnar tæp 140% milli ára upp í 408 milljónir. Alvöru sprengja sem á sér stað þarna milli ára. Og eru auðvitað að bæta bara við sig rafskútum nána tiltekið fyrir 116 milljónir króna samkvæmt yfirliti á keyptum rekstrarfjármunum. Svo er það koksið og þau eru með kostnaðarverð seldra vara en ég á erfitt með að gera mig grein fyrir hvers vegna það er tilkomið sko. Koksið er 56 milljónir króna sem ég myndi þá
sko, ég veit ekki hvað ætti að vera, þetta er bara hugbúnaður í rauninni. Já, en hvað er með koks? Já, 56 milljónir, það myndi gera álagningu upp á 632%, en ég bara sé ekki hvað þau vera að leggja ofan á því miður. Eitt hérna, sorry. Ég tel þetta nú ekki markverða stærð. Er framleiðslan á hjólunum inn í þessum reikning? Nei, þau kaupa þetta væntanlega að utan, en það gæti náttúrulega verið að það kosti bara þetta sé fyrir að bara mála hjólinn eða þú veist, sérsmíðaðu að þeim, skilur þú? Já, þú veist, ástæðan fyrir spyr og því að það er ekki nokkuð leið fyrir okkur að vita í rauninni, en það er nefnilega sko það sem er pínu spooky boogie með þessa reikningi á súraldinn og fuglinum, Bird og Lime, er að þau eru náttúrulega með þetta í sama rekstri, framleiðsla og allur pakkin með hjólinn, sem er náttúrulega bara allt önnur heldur en að reka hugbúnaðarfyrirtæki og marketplace sem er að matchmaka. Þannig að já, ég ætlaði að koma þetta með gross margin og bera saman, en það bara meikar ekki sens sko. Það meikar ekki sens því miður. Það kemur hvergi fram í skýringum minna hjá mér hvað fellur undir þetta kostnað að vera seldra vara, svo ég er hættur ég verið að bregðast móðinni þriðja þáttin í röð. Og hún er dæma álagningu ógilda hér, hún er hvort sem er örugglega sofnuð, við erum búin að blara svo lengi sko. Já. Herru, kerum á þetta? Já. Herru, það var að laun hjá Hopp Reykjavík eru skráð 17 ársverk og laun og launatengt gjöld eru samtals tæpar 137 milljónir og af því fara 109 milljónir í hreinlaun til starfsmanna og miðað við 17 ársverk gerir það 534 krónur á haus á mánuði sem er nú ekkert það besta sem við höfum séð en það sleppur, myndi ég að segja. Nú, EBITDAn, hún er helvítið lagleg hjá þeim, EBITDAn þetta árið, en hérna, hún telur 132 milljónir sem er framlegð upp á 32,4%. Já. Ég er að segja það, þessi EBITDA hjá þessum hugbúnaðarfyrirtækjum. Ég sko, þetta er eitthvað hybrid hugbúnaður, kannski er þetta bara hreinn og beinn hugbúnaður, ef að hjólinn er ekki að henni. Þetta Hopp er náttúrulega bara hugbúnaðarfyrirtæki fyrst og fremst, sko. Og hérna get ég sagt frá Bird, að þeir eru með adjusted EBITDA spáð fyrir þetta ár. Þetta er hún adjusted. Já, mínus 7%. Hæ? Já, ég meina það hefði aldrei verið profitable, ekki nálægt í. Ekki nálægt í. Veitu hvað ruglið það? Hélst að þeir væri profitable. Ekki nálægt. Nei, og sko, þeir eru að tala adjusted EBITDA spá fyrir 23 verið 18%. Ok. Þannig að þú sér það borgar sig ekkert alltaf að keyra í 450 borgir og 80 lönd. Nei, þetta er kannski þegar þú getur bara tekið litlu Reykjavík og þetta er kannski full fljót, þú veist, þau eru bara með þannig fjármagn að þau kannski fara í þetta bara í einhverju bræði. Já, og sjá kannski að við, þú veist, við vorum að eyða alltaf miklu pening á stundum tíma. Sko, það var einhver sem sagði byrjaði rosalega smátt, þetta er bara Reykjavík 60 hjól, september 2019. Og þannig að þau eru búin að vera að skala sig vel. Já. Þetta er bara gullfallegt hjá þeim. Vel gert. En já, eins og ég segi 32,4% EBITDA. Þetta er bara mjög svipað og það var hérna árið áður. Það var einhver, hvort það verið 33% eða svo. Svo er það afkoman til að loka rekstrarreikningum. Þau eru að hagnast með rúma 51 miljón sem gerir 12,6% hagnaðarhlutfall. Já. Sem er þó lakar hlutfall en árið áður. Þar voru þau með 18,2% hlutfall í 170 miljón króna veltu. Það sem svona helst skýri þetta eru þessar svakalegu afskriftir 2021. Þau eru að afskrifa hérna fasta fjármuni fyrir tæpar 55 miljónir. En það fjárfestuði gríðalegu fjármagni hérna árið 2021 bara í nýjum flota í rauninni, rafskútu flota, einhverja 116 miljónir. Svo pluss bókvært virði á eldri skútum. Og þegar þú ert með 35% afskriftarhlutfall, þá segir það sig sjálft að það mun koma niður á afkomu félagsins í rekstrarreikning. Já. En þó alveg prýðilegur rekstrarreikningur hjá þeim og þau safna afkominni bara beint í pingjuna. Engar sjáanlegar arðgreiðslur þrátt fyrir 31 miljón króna hagnað í fyrra, 2020 og 51 miljón króna hagnað 2021. Þannig að þau bara sitja á pingjunni, lifrað þarna upp. Helvíti myndilega. Herðu, þá er það bara efnahagsreikningurinn og hann er í boði Jómfrúnar í dag. Já. Og ég hafði orð á því að
hlaðborðin fyrir jólin, það bara fyllast. Já, ekki hlaðborðin. Sástu fréttina? Heldur bara jólahlaðborðið. Hvað frétt var það? Ég held að hann hafi verið með hvað, 7.000? Var ekki 7.000 manns? Já, var þetta frétt eða? Þetta var frétt, þú varst búin að segja okkur þetta líka. Já, kom frétt þetta. Já, þetta var nefnilega skúpp sem ég fekk, sko. Já, hann hefur örugglega skúppað þessu alla með það. Þetta eru, sko, það bara, ég held að þú sért bara orðin og segna að setja, sko. Ég held að sé ekkert flóknara það. Nei, ég meina bara, reynda að ringja og bóka jólahlaðborðið í ár. Já. Algjörlega. Eða bara taka forskot á sæluna og fara næsta föstudag, sko. Já, svo það. Það alltaf ráð þeirra þarna. Það alltaf eitthvað hafar í. Já, ég er búin að fara tvisvar núna á stuttum tíma og það voru ráð þeirra í bæði skiptin. En Jómfrúin, þið þekkið þetta bara miðstöð viðskipta og samninga í Reykjavík. Þannig að ef þú vilt vera fólk með fólki, þá ferðu og borðar þar. Já. Og ferðir kannski einn öl, síldaplatta og eitt klassik. Þannig að ég hef í rauninni ekkert meira það að segja nema bara hversu þakkláttur ég fyrir þetta fallega samstarf. Já, sammála því. Nú kíkjum í efnahagsreikningin hjá Hopp Reykjavík EHF. Og þar byrjum við eins og svo ofta áður á eignum félagsins og þar eru fasta fjármunir upp á 98,2 milljónir. Þessi fljótt að falli virði maður. Þessi fasta fjármunir er eingöngu samsettir af varanlegum rekstrarfjármunum sem að skiptast í rafskútur, bifreiðar og svo áhöld og tæki og auðvitað er langstærstu hluti af þessum fasta fjármunum bara rafskútur sem standi 78 miljón krónar bókfærðu virði í lok árs. Svo er áhöld og tæki fyrir 1,9 miljón og síðast eru það bifreiðar fyrir 18,3 miljónir. Þau einmitt keyptu bifreiðar fyrir 20,4 miljónir á árinu 2021. Já, það eru væntanlega sendla djöflarnir hana. Já, er það, mér finnst það nú full mikið, þannig að mér datt í hug, einn fimmi og 2 dagi hatsu og stjórnina og einn sendla bíl. Nei, mér datt í hug hvort að þau væri að byrja með þessa deilibíla, deilibifreiðar, hvað sem þau kalla þetta. Það er annað EHF. Já, það er annað EHF. Hopp deilibílar, heitir það. Já, þau hafa fjárfest bara úti því. Það veit ekki, mér datt í höfuð hvort þau var að kaupa þá inn árið 2021 undir Hopp Reykjavík, sko. Já, ef einhver að hlusta þá bara... Já, það er eigum vona aðhaldi. Já. En allavega, en þessi deilibílar fóru á Hopp bara bifreiðar, eða hvað sem þetta heitir. Já, akkurat. Það bara fóru á götur Reykjavík núna í 2022. Þannig að... Það verður gaman að fylgjast með hvort það verður sama... Já, það verður spennandi, sko. En... þá eru það veltufjármunir, þeir eru í 224 milljónum króna. Þetta er bara þetta típiska byrðir örlitlar 8,8 milljónir og mér er dettur ekkert í hug hvað ætti að falla undir byrðir í þeirra starfsemi nema kannski... Alveg blankó, sko. Kannski einhver gömul hjól sem þeir eru að fara að selja. Þú veist, mögulega. Sem þeir eru búin að taka út úr rekstrinum og... Það var enda punktur sem ég ætlaði að koma inn á, gömlu hjólin. Ekki það ég sé að lasta á, en síðast þegar ég var á Egilsstöðum, þú hefur ekkert komið þangað. Nei, ég hef ekki komið á suðausturhorn, lengra en suðausturhorn. Já, ég var þess áskynja, það voru allir mega sáttir á Hoppari mætt, en það fylgdi samt alltaf í hverri setningu. Já, þetta er reynda bara gömlu hjólin og Reykjavík. Já, einmitt, þau eru náttúrulega að selja gömlu hjólin. En því líku game changer fyrir landsbyðin að fá þetta dæmi. Já, leigubílaþjónustan er að... Mér var alveg sama gamalt eða nýtt bara að fá þetta, sko. Þetta er svona svipað að maður heyrði í den með af hverju rektartæki voru alltaf svona gömul út á landi en ný í Reykjavík. Það var bara, við erum að kaupa gamalt frá Volkswagen. Kaupa þetta á hrakvirði. Já, frá Volkswagen. En einmitt, með þessar byrðir, ég þekki þetta ekki. Það var að koma ný uppbyggingagræja Það er búið að teipa hana saman, Björns á hvað að gefa hann austur. Nei, heyrðu, gaman að þessu. En þau voru já, en bara til að taka það fram, þau voru ekki með skráða byrðir 2 árun áður, 2019 og 2020, svo hér gengur eiginlega ekkert að ætla að fara að spá fyrir veltur að byrða. Erfitt. En annars er stærsta stærðin undir veltufjármunum með 145 milljónir króna og það er fyrirframgreiddur kostnaður og hér held ég að prófnefnd viðurkenndra bókara þurfi bara hreinlega að veita mér smá aðhald. Ég áttaði mig ekki alveg á þessari stærð og af hverju hún er svona ógeðslega stór. Þetta er raun eign sem þau eru búin að greiða fyrir en hafa ekki fengið. Já, þetta er... Hvað getur þetta verið? 145 milljónir? Þetta sé pöntun á nýjum vörum fyrir 2022? Hann sá okkur frá okkur í Ísnik. Þeir voru með hvað? Fyrirframgreiddu tekjur eða eitthvað? Já, en sem að þetta er sama... Við gátum fikrað okkur út úr því, en þetta er bara svo allt og stór stærð. Eins og ég segi bara. Þú ert alltaf rukkaður strax eftir hoppið, skilur. Já. Getur ekki verið að þetta sé eitthvað sem hangir... ég veit ekki.
Nei, ég veit það. Ég þyrfti að komast að þessu. Við gerum allan ekki hérna í stúdíónu upp á þessu. En allan svo restin bara eitthvað óspennandi fyrir utan kannski handbært það stendur 36,4 milljónum. Svo það liggur nokkuð vel í pingjunni þarna áramótin hjá þeim. En samtals þetta eignir upp á 322 milljónir króna. Þá þjótu við yfir í skuldahliðina og byrjum þar á langtímaskuldum. Þau eru hérna að taka langtímalán á árinu upp á 148 milljónir og hér eru þau í rauninni bara að mér sýnist fjármagna kaupin á varalegu rekstrarfjármunum. Þau kaupa hérna samtals rekstrarfjármun á árinu fyrir 137 milljónir, eins og ég nefndi á hann 116 milljónir í rafskútur, 20 í bifreiðar og eitthvað smottir í áhald og tæki. En svo lán upp á 148 milljónir og eitt svolítið skrítið. Já. Þeir eru með afborganir á 2 árum. Já, ég sé að þau flytji helmingin að því yfir á skammtímaskuldinar í formi næsta árs afborgunar. Svo langtímaláni stendur þarna í einhverjum tæpum 74 milljónum undir langtímaskuldum. Þetta nú eiginlega bara efni að þetta heita miðtímalán. Já. Þetta ekki skammtímalán sem undir ár. Já. Þetta eiginlega það stutta, þetta ekki langtímalán. Nei, einmitt. Má argjúa það? Það sér oft þetta, það talað að þessi borgað 2 árum, svo flist þetta endalust áfram eitthvað sko. Já, áhugavert. En svo hangir á þeim hérna ennþá skuld við tengda aðalega upp á 75 milljónir. Svo þannig að langtíma skuldir eru í rauninni bara tæpar 150 milljónir. Já. Nú skammtíma skuldinar, þær eru 106 milljónir talsins og þar stærst áður nefndi þetta næsta árs afborgun upp á rúmar 74 kúlur og svo restin bara þessar hefðbundum viðskipta á aðra skammtíma skuldir. En þá skulum við skoða skammtíma greiðsluhæfið, veltufjárhlutfallið, það það eina sem á við hérna og það upp á 2,1 sem bara feiki gott. Já, það bara sama á með hjólinn, þú vilt vera yfir 2. Já. Þá ertu helviti góður í þessum bransa. Já, nákvæmlega. Average yfir 2, það flott, en já, samtals þetta skuldir upp á tæpar 256 milljónir sem gerir vissulega skuldahlutfall upp á 79,4% og ég nú engar sérstakar áhyggjur af því þar sem að sko veltufé frá rekstri, það alveg gigantískt. Þannig að þessi lán eru engar stund að borga sig þannig, voru hérna með tæplega 103 milljón króna hreint veltufé frá rekstri á þessu ári. En mér finnst samt hálf óhugnalegt hversu hratt þau þurfa að endurnýja flotan hjá sér að því að virðist sko. Það alveg, og ég var með frá börn að þau sko síðasta uppgjör var litað af einum stórum skell og ég bara skilit ekki að þau sko voru búin að depreciate eða semst afskrifa hjól upp á $100 milljón sem ágætis upphæð. Já. Og já, ég kann ekki deila á því af hverju það fokkar þeim upp, en það lítur einhvern veginn út fyrir að afskriftirnar á þessu eru 3 til 5 ára, eins og þú kemur inn á, ekki 35%. Já, þetta 35%, 3 til 5 ár. En hvað gerist svo þegar hjólið bara dautt á 2 árum? Já, komið í þetta einmitt, bara ónýtt. Já. Þá ennþá að afskrifa það eða þau náttúrulega selja það áfram vissulega í þetta franchise, held ég sko, ég held að já, þetta ég er að tala um hopp núna sko. Já. Það alls konar pælingar í þessu sem ég væri til að fá nánari svör við en þetta líka bara svo nýtt módel eitthvað, maður langar að skilja þetta aðeins betur. Og það jafnvel spurning hvort að afskriftarhlutfall verði hækkað á þessu bara með tíð og tíma sko, þegar betur reynsla er komin á þetta. 50%. Já, ándjók sko. Já. Það alveg pæling en hérna en já, eins og ég segi, skuldahlutfallið í 79,4% og þá eigiféð, það náttúrulega gerir eigifjárstöðu upp á 21,6%. En eiginfjárstaðan svo sem fín, óráðstaf eigiféð fyrir tæpa 66 milljónir, svo þau geta tæknilega séð farið að pumpa út arði ef viljinn fyrir hendi. Og hann tölur fjárfestingar í þessu. Já, sko bara til að draga þetta eins saman. Og nú var ég náttúrulega bara að fara yfir þetta hopp Reykjavík, mikilvægt að fólk átti sig á því. Þau eru með hérna hopp EHF sem að taka inn þessar franchise-tekjur og það sennilega félagið sem við munum til framtíðar horfa svona meira í. Nú, sko á mjög stuttum tíma hefur þessu liði þarna bara tekist að verða hugsjón á fólk sem hlær í dag, myndi ég segja. Klart. En
þó maður vissulega segja að eigendurnir voru einhverju leiti orðnir húsjónamenn sem hlóðu þann daginn sem rekstur hófst hjá Hopp sko þessi skrifstofa það sem voru þetta hæsta brain power sem hefur verið í einni skrifstofu á Íslandi ég fullir það var móða á rúðunni ekki einhver svona forritara gluggaleysi svita dæmi það var bara brain power bara þeir geta poppað popp með hugarorkunni þarna já, sko það ein kenning sem ég heyrði að nafni Hopp kemur að því að einn af eigendunum var að poppa popp og hann sagði popp hoppar í pottinum skýrum þetta Hopp þegar þeir voru að poppa með hugarorkunni svo önnupæling að stofnandi Drop hafi poppa popp á Hoppi nei, mist poppið og sagði, heyrðu, poppi droppaði og það kom Drop langsótt, en þetta skemmtilegt það má einhver contributa með þetta já herðu, allana en já, bara eins og ég segi til að draga þetta saman sko, ef ég kom með persónulega skoðun á þessu þetta náttúrulega gífulega flottur rekstur og lítur mjög vel út en mitt svona helsta áhyggjuefni kannski eins og ég nefndi hérna rétt á hann hversu hratt þau þurfa að endurnýja flotan hjá sér því þau virðast vera, þú veist, þau að skuldsetja sér dálítið í kringu það og það bara spurning hvort þau geti farið að greiða sér út einhverjar upphæðir í arð ef að ef allt þetta veltur fyrir frá rekstri fari ekki bara í að borga niður skuldir ég vil líka fá þetta félag á markað þannig við fáum meira upplýsingar hvað þetta mörg hjól hvað kostnaði verið á hjóli þá getum við fara að reikna tekjur per hjól og svona þess að spá í þessu algjörlega þetta verður, sko, ég held að þetta svona tiltölulega nýtt módel og ég held að það geti verið áskorun því að þú veist, þau að taka eins og ég segi tóltið lán á milli ára virðast vera endurnýja flotan á annarkvært ár að taka stórt lán fyrir þeirri sendingu og það bara spurning hvort að þetta standi undir sér til eilíðar sko Þú veist eins og þú og þín tengslinn í Reykjavíkurborg var ekki takt að koma staði hvað Hoppið með mörg hjól á höfuðborgarsvæðinu? Jú, eflaust, ég held að það sé nú örugglega bara hægt að finna það út með einfaldri Viltu giska? Myndur þú segja 1000? Já, á Stór-Reykjavíkursvæðinu Já, ég myndi alveg halda að slægja upp í það sko 1000? Já Bara ef við deilum með tekjunni, þá var það 420.000 hjól, deilt með 365. Það 1100 krónur á dag per hjól. Sem kenning. Mér langar að setja sér nær 750. Það væri 1500 á dag. Athyglisvert. Út af því að ég afreitja 2 ferðir á undir 300 kall, ég undir meðaltali. Ef einhver væri lengur, væri hann á að borga 1500 kall á dag. Það voru veldig næri lægi. Þau taka hérna sko allavega revenue assumes hérna inn á þessu franchise inn á síðunni þeirra að þau taka hérna dollar unlock fee og svo 0,2 þau fara ekkert yfir þetta var eiginlega tilgangslust það sem ég var að segja flott en allavega flottur rekstur og þetta alveg klálega hugsun á fólk sem að hlæri í dag og eins og ég segi ef það er einhverja áhyggjur sem ég þyrfti að viðra þá það þetta með bara hversu hratt þau þurfa að endurnýja og svo jáfnvel spurninga mitt hvort að afskriftinnar fari ekki að breytast bara í þessu sko úr 35 til upp í 50 því að það verðist vera fólk að fara illa með þetta Já, maður sé það það er ekki vel hugsað þetta og mikil ölvun mikil ölvun og ljót slís náttúrulega vissulega fólk þarf að passa sig vissulega vera með hjálm en þessi samantekt hún var í boði Landsbankans sem núna með Hagsjána og Póstlistana bara yfir höfuð hvað ætli kom í gær? Hvað segirðu? Við erum alltaf að taka þetta upp fyrir því Hvað ætli að giska hvað Una setti? Vikubyrjunin, hún kom í gær Una, hvað ætla hann hafi skrifað í gær? Og vikubyrjunin, það náttúrulega stórfínt apparat sko það stórfínt tól til að vera með bara vera með allt á hreinu sko hvað var að gerast, hvað að gerast Þú fær líka þú fær einhvern svona skemmtilegan Landsbankadjús þau eru meira sophisticated en við þannig að þú fær svona eitthvað hvað að gerast með bílalán og einhver svona hagstæri sem skipta máli svo færðu þarna bara, heyrðu, það að koma uppgjör hjá þessum þessar hagstærir Hagstofan að sulla út þessu Seðlabankinn þessu það Hagsjáin meira sko þú veist vikubyrjunin nefnir sko svona þetta svona dagatal fyrir okkur óreglu pésana Hagsjáin fer svona ítalega í greiningar eins og voru með hérna Já, það alltaf svona ein skemmtileg tabla í vikubyrjunni en Hagsjáin alveg bríljant tól fyrir þá sem að vilja vera bara
gjörsamlega með allt niður njörfað. Já, ég er mjög gaman að þessu. Þetta er nefnilega meðalgreindin hækkar. Klárlega. Það er mínútu sem þú lest þetta. Það vil hækka meðalgreindin eðina. Skráðu þið á póstlista hjá Landsbankanum. Já, svo bara til að lækka hann aftur. Já. Þú ert tæmdur eða ekki? Ég er svona nokkurn veginn tæmdur, jú. Ef ekki bara henda okkur létt verðmat. Loka þessu. Ætlar að gera það? Já. Anskotans heitasta helviti. Sko, ég fjór algjörlega fram hjá Kidda og Lent í Keldunni. Nú er náttúrulega sko miðað við fjárfestingu frá Brunni í Hopp Heyrðu, þá er búið að verðmeta fyrirtæki. Ekki segja þetta, leiðu mér að tala fyrst. Það búið að verðmeta fyrirtæki á 3,9 milljarða. Eins og ég tók það fram hérna áðan. Já, það er ekki 4 eitthvað. Nei, ég sagði það fyrir þáttinu, ég mismælti mig, en miðað við kaupin eða hlutafjár innspýtinguna hjá Brunni, þá er ég bara farin í fílu og hættur 3,9 milljarða. Mun ekki tjá mig frekar. En þú ert að fara að verðmeta Hopp Reykjavík EHF eða ekki? Það er það sem við vorum að fara yfir núna. Jú, ég líka er ekki tönnsar, ég vissi ekki að það er sagt það. Sko, það er hérna, ég fann grein Bird og þetta, ægilegu sjefi, búinn að taka average revenue multiple á, sem sagt, hann valjúar þetta eitthvað hybrid, sem þetta er ekki SaaS, software as a service, en þetta er heldur ekki svona pjúra bara... Þetta samt ekki software as a service? Jú, en hjólinn og allt rastlið þetta svo feitt inn í þetta, sem þú sérði ekki í pjúra hugbúnaði. Já, nei, vissulega. Allána, hann tekur revenue multiple, núna undanfarið, 9,3 sinnum tekjur. Hérna erum við ekki að spá í EBIT-unni. 9,3 sinnum tekjur? Já, og allt upp í 20. Ég meina, taktu Tesla. Hvað er Tesla? Já, Tesla. P-ratio er í bullinu þar. Já. Price to earnings. Og Netflix og allt þetta. Ég meina, þetta er þessir unicornar sem að Lime og Bird hafa verið bornið saman við. Já. Og þá er oft tekið revenue multiple, en það hafa er ekki jákvæð EBIT-u. Og sko, dæmi af Uber held 2021, trailing revenue sinnum 7. Uber er samt komið á markað og eitthvað bla bla. En það sem er eiginlega haldbærast í þessu er að TIR er stærsta evrópska hopp, eða svona hlaupa deili rafskútu dótið. Þeir voru verðmetnir með hlutafjárreikningu á þessu ári, 2022, 14 sinnum tekjur. Þannig að nú fer bara eftir því hvort við erum að horfa, og því að við vitum það ekki, Hopp EHF, þegar þú kaupir því, hvað fylgir? Áttu eignarhlutin í öllum... Já, en það sem einmitt eins og við höldum að þetta sé bara pjúra þóknanatekjur frá sérleifunum, sko. Og ef að það er staðan, þá væri... Þá er þetta náttúrulega allt annað módel. Nei, sko, þá væri run rate tekjurnar af 2021, eða bara tekjur 2021, sinnum 14, 1 milljarður. Já. En ef við tökum eins og Hopp Reykjavík, 420 sinnum 14, það er 5,8 milljarðar. Já, einmitt. Þannig að þetta lendir einhvers staðar þarna á milli. Já, þannig að þú vilt meina að franchise-merkið eða sérleifismerkið Hopp Reykjavík EHF sé virði 4,1 milljarða. Það er þitt verðmat. Já. Ég stemdi því. Já. Svo var hérna sko dæmi af hypergrowth fyrirtækjum sem eru með meira en 300% vöxt milli ára. Sem að voru Lyft og Bird á þessum tíma. Þau fara allt upp í 25 sinnum tekjur. En Hopp næri ekki því. Þeir ná ekki hypergrowth. Þannig að ég held að 14x væri mjög hóflegt. En þetta er vissulega stórkostleg EBITDA hjá Hopp Reykjavík EHF þetta ár, 123 milljónir. Já. Og það væri kannski eðlilegra að horfa í EBIT þarna, ég meina, þú veist, út af því að það virðist vera sem að sko eignirnar séu raunverulega að falla hraðar í virði heldur en afskriftirnar segja til sem er bara eiginlega einstakt dæmi, sko. Já, þú veist, við erum bara orðið ruglaðir að því að reyna að ræða þetta. Nema fyrir kannski utan, ég veit ekki, fasteignir eða eitthvað. Það er einhver endurskoðandi núna, bara flóa mjólk og kveiki vindli og hlæja okkur. Já, alveg pottitt, sko. Ég næ bara ekki hausnum utan þetta. Við tekið fram áður, við erum ekki sérfræðingar. Við erum það. Við erum ekki endurskoðandurinn í bókarar en þú sér það, ég meina það er algjör þvæla EBITDA, tökum hrunstuðulinn 7 þú veist, þá er Hopp EHF 23 milljónir og Hopp Reykjavík 861 og Brunnur kemur inn á, hvað, 3,9 valuation, sko, miljardum. Þeir eru bara það er hugsanafólk þar, sko. Það er náttúrulega hérna bara verið að, eins og hann sagði viðtalann Eithor, þú sagði Brunnur. Já. Er það ekki... Brunnur 2. Fimbulfamb, gaurinn. Það er mest í kongurinn í svo. Já. Gaurinn sem bjóti Fimbulfamb. Já, ég kann engin frekar deili á þeim eflust ágæta manni. Heyrðu, þetta er 9,3 sem tekjur. Já.
3,9, 420. Já. Þannig að... Það nú ekkit, já, með að við hoppur ekki. Nei, heyrðu, ertu ekki að djóka? Average revenue multiple, sem ég sagði í byrjun, 9,3. Já, en nú er þetta að tala hopp Reykjavík. Brunnur kemur inn í hopp EHF. En enga síður, hopp EHF félagi sem við erum að fara að líta til þegar að útrásin hafin og þegar hún komin á stað. Þetta 54 sinnum. Já. Ég held að það sé bara best að ég loka þessu ef þú þegir núna bara. Þetta verðmat á bilinu 23 milljónir til 5,8 milljarðar. Takk þetta með ykkur að þið hafa áhuga að fjárfesta. Allavega ekki hafa samband við okkur. Jú, klálega. Bara hafið samband við hopp eða eitthvað. En allavega þá held ég bara við förum að fara að loka þessu núna. Já, langur og loðinn þáttur. Já. Skemmtilegt að spá aðeins meira í svona business modelinu. Já, og við, það væri gaman að taka fyrir þetta franchise model í föstudagskaffinu, en það er kannski spurning hvort við eigum það inni, því að við ætlum að fara yfir monarkíuna. Já, sem að mínu mati stærsta franchise sögunar. Já, það er svona the ultimate franchise, Bara renta af öllum. Renta, já. Það nægir peningar í kringu það. En allavega þá held ég að við látum þessu lokið hérna úr Seðlabanka Kópavogs í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustunina og heyrumst aftur næsta föstudag. Já, bara takk og bless. Gaman að vera með ykkur. Já. Ciao.